Hvað ef ég segði þér að hið sanna helvíti ekki hola endalustra loga og djöfla með þríforka, heldur akademiskt skrifræði í Cambridge háskóla? Hugsaðu þig hversu langt meitir þú ganga til að tryggja samþykki á doktorsritgerðinni þinni? Svefnlausar nætur, hættuleg kaffíneysla? Hvað ef eina leiðin til að fá þetta fullkomna meðmælabréf væri bókstaflega að stíga niður í undirheimana til að bjarga sál látins leiðbeinanda þins? Velkomin í ferðalag þar sem eitruð akademisk metnaðargirnd rekst á dulspekkilegan hrylling. Ferðin til helvitis hefur aldrei verið jafn skrifræðisleg. Söguhetjan okkar, Alice Law, í vanda. Hinn virti leiðbeinandi hennar, professor Jacob Grimes, lést í skelfilegu slísi. Og það að hluta til henni að kenna. Eins og texti bókarinnar kynnir okkur svo meistaralega, ákveður hún að grípa inn í, vetna bæði siðferðilegrar skyldu og eiginhagsmuna. Því án professors Grimes hafði hún engan formann dómnefndar. Alice fannst nauðsynlegt að grátbíðja Jamakonung, hinn miskunnsama, valdhafa undirheimana líf hans. Þetta snilld. Hinn mikla örvænting hér snýst ekki nákvæmlega missi mannslífs, heldur að skilyrði fyrir útskrift í grænandi töfrum sé brotið. Til að stíga niður í dómstólana 18 í helviti þarf Alice heimildir. Hún verður sjálflærður tartarológur á mettíma. En heimildafræðin martröð. Dante Alighieri eyti of miklum tíma í beiskar dylgjur, Orfeus bókstaflega í tætlum og Eneas hrein rómverskur áræður. Formálsorð bókarinnar sem vitnar í Platón vara okkur nú þegar við þessari þráhyggju. Hinn sanni fylgjandi heimsfélaginnar hefur tilhneiggju til að vera miskilinn af öðrum munnum. Þeir gera sér ekki grein fyrir því að hann alltaf að elta dauðan og deyja. Alice engin harmur en hetja knúðin áfram á ást. Hún frábær fræðimaður, köld og gífurlega útreiknuð. Hún þarf þetta guldna meðmælabrif til að vera á toppnum. Það sem heilar mig við þetta verk hinn kæfandi skurðpunktur milli grænandi fjarlægðar og algerar geðveiki. Helviti breytist einfallega í enn eitt skipulagsvandamál fyrir rannsóknina. Hver galdur og krítringur gerður með sömu nákvæmni og rítringt vísindagrein. Eins og frásóknin dregur svo vel fram. Galdrar kröfðust nákvæmni. Mannshugurinn var skeikur en hennar brast sjaldnar en flestar og nú var það eini hugurinn sem hún gat treyst á. Frasagnarspennan eykst vegna þess að við vitum að akademisk hroki hefur gífurlíkt verð þegar tekist á frumöf lífs, dauða og handanheimsins. Þú byrjar á því að vona að hún skili ritgerðinni á réttum tíma og endar á því að efast hvort nokkur doktorsgraða sé eilífðarinnar í hillinni verði. Þetta aðeins byrjunin. Það miklu meira af djúpum umsögnum sem bíða þín á Castbox-rassinni, gerast aðskrifandi og komdu að lesa heiminn með okkur.